Og þá er komið að síðasta lið á dagskrá, það er skýrsla bæjarstjóra. Til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég var ekki viðstödd síðasta bæjarstjórnarfund þann 15. mars, þar sem ég var í París að kynna barnvæna samfélagið okkar og hvaða skuldbindingar það felur í sér. Við höfum staðið okkur vel hingað til og nú er komið að því hjá sveitarfélaginu að fara í nokkuð umfangsmikla vinnu til þess að viðhalda viðurkenningunni. Ég átti einmitt fundi í síðustu viku með verkefnisstjóra barnvæns samfélags til þess að fara yfir það hvaða aðgerðir þarf að grípa til. Og við þurfum að halda áfram að gera vel á þessum vettvangi. Síðustu vikunar hefur farið nokkur tími í undirbúningsfundi og ráðningaviðtöl með 2 kollegum mínum í Arctic Mayors Forum, þar sem fyrir liggur að ráðin verður framkvæmdastjóri hjá samtökunum sem staðsettur verður í Tromsö og er það hægt vegna myndarlegs styrks sem fékkst frá norska utanríkisráðuneytinu. Það er von okkar að starf AMF muni eflast og styrkjast með þessari ráðningu og það er ágætt að það komi sömuleiðis fram að nú læt ég á störfum sem formaður eftir 3 ár og við tekur bæjarstjórinn í Bótu sem formaður Arctic Mayors Forum. Það er nokkuð ljóst að þjóðfélagið er komið á fulla ferð eftir COVID-dvala síðustu ára. Það sést meðal annars á fjölda funda og ráðstefna sem hefur verið haldin hér síðustu vikurnar. Raforku- og skipulagsmál voru til umræðu bæði á ráðstefnu lagadeildar Háskólans á Akureyri og fundi samtaka iðnaðarins, SSNE og Landsnets og flutti ég ávörp við þessi tækifæri og var við setningu þings starfsgreinasambandsins sem fór fram í Hofi og ávarpaði einnig frábæra krakka sem tóku þátt í upplestrarkeppni grunnskóla á Akureyri. Nú í lok marsmánaðar ávarpaði ég opinn fund í Háskólanum á Akureyri vegna framkvæmdaáætlunar stefnu Íslands í málefnum norðurslóða, þar sem meðal annars tóku þátt Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir utanríkisráðherra, Pétur Ásgeirsson sendiherra Íslands í málefnum norðurslóða, Heiðar Guðjónsson formaður norðurslóða viðskiptaráðsins, Ólafur Ragnar Grímsson fyrrverandi forseti Íslands. Og það er mikilvægt að halda sig vel á spöðunum varðandi málefni norðurslóða og hvernig við hyggjumst forgangsraða verkefnum í þessari nýju framkvæmdaáætlun Íslands. Ég mun fylgja okkar áherslum eftir með því að sitja í þemahópi samfélög og innviði í kringum þessa framkvæmdaáætlun. Nú málþing listnám á háskólastigi fór fram í listasafninu á Akureyri og það verður að segjast að það hefur tekist með miklum bravúr. Ég sleit þinginu með nokkrum orðum og vil segja að ég er fullviss að nú mun boltinn fara að rúlla af stað. Þetta góða samtal sem þarna átti sér stað mun skila okkur nánara samstarfi Háskólans á Akureyri, Listaháskóla Íslands og fleiri aðila, svo úr verði sá valkostur að geta stundað listnám á háskólastigi hér í bæ. Og meira tengt menningarmálum en fimmtudaginn 31. mars undirritaði áframhaldandi samkomulag rekstur og framlög til listasjóðsins verðandi. En megintilgangurinn er auðvelda ungu upprennandi listafólki að nýta menningarhúsið Hof sem vettvang fyrir listsköpun. Og ég veit að nú þegar er búið að opna fyrir umsóknir á heimasíðu menningarfélagsins. Og nú er runnin upp tími aðalfunda og ársfunda. Ég hef síðustu daga setið slíka fundi hjá Norðurorku, Lánasjóði sveitarfélaga, Þekkingarverði og SSNE. Af öðrum fundum má nefna fund með Guðlaugi Þór Þórðarsyni umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra þar sem umræðuefnið var málefni Akureyrar vegna raforkumála og uppbyggingu raforku- og flutningsmannvirkja og Javier Rodríguez, forstöðumanni viðskiptaþróunar og almannatengsla hjá sendiráði Kanada. Nú síðustu vikunnar hef ég fundað með sviðsstjórum Akureyrarbæjar að venju og þar erum við byrjuð að leggja línunar varðandi starfs- og fjárhagsáætlun ársins 2022. Það er ekki ráðnema tíma sem tekið. Þetta er öflugur hópur stjórnenda og ég vil nota tækifærið til þess að þakka þeim enn og aftur fyrir að hafa staðið sína vakt með miklum sóma sem er sannarlega hluti af þeim árangri sem náðist í viðsnúningi á rekstri sveitarfélagsins og má sjá í niðurstöðu ársreikningsins sem ég fór yfir hér áðan. Nú á síðustu vil ég nefna að aprílmánuður er helgaður barnamenningarhátíð á Akureyri og ég var svo heppin að fá að opna eina af fjölmörgum sýningunum þar sem börn er í aðalhlutverki. Þetta er metnaðarfull hátíð þar sem við gerum börnum og ungmennum hátt undir höfði og styrkir okkur sem barnvænt samfélag. Ég læt þessu lokið að sinni. Þá hefur bæjarstjóri lokið máli sínu og eftirtaldar fundargerðir
Dagskráin er tæmd. Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Það er afgreiðslufundur byggingafulltrúa 17., 24. og 31. mars, bæjarráð 17., 24. og 31. mars og 7. apríl, fræðslu- og lýðheilsuráð 21. mars og 4. apríl, skipulagsráð 23. mars og 7. apríl, umhverfis- og mannvirkjaráð 11. og 25. mars og velferðarráð 16. mars. Og þessar fundargerðir nálgast að heimasíðu bæjarins og ég segi fundi slitið klukkan 20 mínútur í 6 og takk fyrir góðan fund.